Hann komin hingað til mín harðduglegur yfirmaður í fjölmiðla heiminum og góður blaðamaður, segja þeir sem hafa starfað með honum. Við ætlum að ræða óvissu með sjónvarpsfréttir sínar og fleira. Kolbeinn Tumi Daðason, vertu velkominn. Takk fyrir það, Björn. Þú ert yfir fréttum sínar. Það passar. Já. Og við höfum öll svona smá áhyggjur af stöðu fjölmiðla og ekki síst sjónvarpsfréttum sínar. En áður við förum í það, hvað leiddi til þess að þú féllst fyrir blaðamennskunni? Ég menntaði mig á allt verið sviði, ég menntaði mig sem byggingaverkfræðingur. Já. Og vann við það í nokkur ár, Bandaríkjunum hérna heima og Já. hafði alltaf rosalega mikið áhuga á íþróttum, þannig þegar ég fann að ég var einhvern veginn horfið 30 ár fram í tímann og sá ekki fyrir mér að vera verkfræðingur alla eilífð, þá ákvað ég að prófa íþróttafréttamennsku. Ég er svona forfallin bara sjúklingur. Okay. Alltaf fyrst mjög vel með, þannig ég byrjaði í íþróttafréttamennsku. Já. Og svo var ég plataður tímabundið til að leysa fréttastjóra starf á Vísi 2014. Það er Mikael Torfason, það er honum að kenna. Já. Og ég er ennþá í sjálfu sér bara tímabundið að leysa þessa 3 mánuði. Já. Og nú er komin 12 ár. Og hefurðu starfað í geiranum uppstyttulaust frá 2014? Já, ég er bara búin að vera á vaktinni. Þetta er bara, Vísir hefur verið svolítið þriðja barnið. Já, 16 ára, 15 ára og svo er Vísir aðeins eldri. Já. En ég synti aðeins skemmri tíma en hinum börnunum. Það har bara verið mjög skemmtilegt og svo var bara Bylgjan og sjónvarpið Stöð 2 og núna Sýn svona bæst við ábyrgðina. Það er svolítið snúið starfa að vera blaðamaður. Þú ert nú augljóslega svona náungi sem er gott að hitta og hefur yfir þér geðfellda áru, en svo þarftu náttúrulega líka að sneiða af þér alla meðvirkni og vera ákveðin og hvass og þú munt eignast óvinni og þú þarft að hamast í fólki á viðkvæmum stundum. Eitt dæmi bara í kjölfar manndrápa og svona, þú veist, maður reyna að leita upplýsinga, þær eru viðkvæmar en þær eru fréttnæmar og þannig að það þarf svona margt að fara saman í sama einstaklingnum. Hvernig svona gengur þér að eiga við þetta allt saman? Þetta er alveg pínu flókið starf. Já. Ég er kannski svolítið laus við að vera hvass en ég stend á mínu. Það er alveg rétt það sem þú segir að erfiðustu málin eru náttúrulega þegar að einmitt, það geta verið alvarleg slys, jafnvel banaslys eða þá manndrápsmál og annað og sérstaklega þegar málin á viðkvæmu stigi. Þetta geta verið mál sem allir að velta fyrir sér, allir að pæli og maður að reyna að afla sér upplýsinga og það er erfitt að fá þær. Þetta geta oft verið snúnustu málin. Þá skiptir líka máli að kannski hafa eitthvað trúverleika, hafa gert eitthvað áður, geta sótt í eigin reynslubanka eða annara meðmanni á fréttastofunni. Og svo er þetta líka bara hvernig maður orðar. Það er ekki sama, þú veist, leikmaður A eða leikmaður B hringir í eitthvað sem á sárt að binda eða er í viðkvæmri stöðu og það símtali getur farið í gjör ólíka átt bara eftir hver hringir, sko. Já. Og þessi endalausi árekstur almannahagsmuna, þeirrar vissu og trúarðinnar og félagaðinnar, þið þurfið að segja þessa frétt þótt hún sé óþægileg. Vitandi það að hún mun valda miska og sárendum og skaða hjá einhverjum litlum hópi fólks. Það er glíma. Það er glíma og það var náttúrulega klausa í gömlu siðareglum blaðamanna þar sem gerði okkur blaðamenn svolítið erfitt fyrir því að það átti alltaf að passa upp á þá sem að gætu særst eða annað slíkt vegna umfjöllunar en það er eiginlega óumflýjanlegt að það gerist í mjög mörgum fréttum. Já, þar var það orðið tillitssemi. Já. Sem að blaðamenn áttu alltaf að gæta og rakst eins og þú rekur í rauninni á við tilgang starfsins hjá þeim sem starfa við grjótharða fréttamennsku. Já. En við fáum þetta oft þegar þú veist, er engin að hugsa fjölskylduna og það er bara mjög erfitt. Það er þannig að tekst á, það er annars vegar og þetta tekst á svo til á hverjum degi, bara þessi barátta á milli, það er einhver sem á sárt að binda og það er erfiðar aðstæður og annað en svo er það hinhlutin, það er bara almenningur sem að við lítum svo á að við sem í vinnu fyrir og erum að þjónusta og með upplýsingum, þannig að þetta getur verið mjög vandræðaður milli vegur að fara. Já. Nú er fyrir mann eins og mig eiginlega óhugsandi samtími að njóta ekki bæði sjónvarpsfrétta ykkar og Sýn
og ríkis útvarsins og þið hafið þurft að fella niður sjónvarpsfréttir helgar og margir töldu núna með kaupum sínar á miðlum, ekki Símans á miðlum sínar að þá yrðu sjónvarpsfréttir ykkar í enn meiri hættu. Hvernig meturðu það? Ég skil að sjálfsögða séu mikla tilfinningar. Það alltaf búið að vera mikil óvissa í tölvöran tíma. Ég heiti Hauk Hólm, fréttamann á RÚV fyrir ekki svo löngu og hann var í 22 ára á Stöð 2 sagði mér og hann sagði á þeim tíma sem svolítið síðan, þar var iðulega verið að tala að hætta með þessa sjónvarpsfréttir. En núna eru komin á stað þar sem að Síminn er búið að gera formelt tilboð í vefinn og útvarpið, ekki sjónvarpsfréttir sem slíkar. Þannig eðlilega eftir 40 ár kvöldfréttir, sjónvarpsfréttir Stöð 2 og núna Sínar fagna 40 ára afmæli í ár. Já. Það gerist margt árið 1986. Það var leiðtogafundur og það var Eurovision, það var líka að einkareknir miðlar fengu að segja fréttir. Alveg rétt. Þannig að þetta eru mikla tilfinningar og bæði fyrir fólk sem horfir og hefur fylgst með og Stöð 2 hefur náttúrulega svolítið sagt söguna í fréttum sínum. Þannig að þessi óvissa kemur bæði illa við almenning og líka fólk á minni fréttastofu sem að finnst erfitt að vita ekki nákvæmlega hvað að fara að gerast og mikill skilningur á því. Já, og þetta kemur náttúrulega ofan á áföll. Þið þurftu að segja upp fólki, það er ekki langt síðan að þið þurftu að segja upp fólki sem hvað maður að segja og maður að fara á tilfinninganóturnar og segja bara sem þjóðin elskar. Einmitt, þú ert að tala Magnús Lind til dæmis. Já, það er allan að þetta flytja þær gleði fréttir skúpa á samstöðinni að Magnús Linur, hann er áfram starfandi fyrir okkur sem verktaki í Aldsími, frétt í kvöld meira þess og hann er með fréttir í útvarpinu hverja helgar, þannig að hann er ennþá að sinna sjónvarps- og útvarpsflutningi á fréttastofunni. Það munu margir gleðast yfir því. Já, þannig að það er alveg rétt og þetta er ekki fyrstu uppsagnar sem við þurfum að grípa til undanfarin ár. Þetta er svona til marsum og við erum náttúrulega í eini þessum, þá var uppsagnir á Morgunblaðinu fyrir ekki svo löngu og þannig að heimildinni og miðlar hreinlega horfið, það er ekki langt síðan að Fréttablaðið hvarf á markaði. Nei, það er stutt síðan. Þetta er ákveðið basl, en við sjáum að Síminn vill kaupa þarna Vísi og Bylgjuna og fleiri miðla á rúma 5 milljarða, þannig að það er eitthvað virði í þessu og helsta virðið hjá vefmiðli og útvarpi sem er öllu svona þægilegri rekstur en sjónvarpið er náttúrulega mannauðurinn. Það er fólkið sem flytur fréttir og gerir alla daga og þetta er einstakur hópur fólks, svona blaðamenn. Þetta er fólk sem er í þessu að miklu leyti auðvitað að fara að launaseðlið sinn, hann er ekki sérstæðlega hár. Hann er ekki mjög feitur hjá flestum. Fólk er í þessu af mikill hugsjón. Já, það er alveg rétt. Þannig að það er líka hægt að horfa á svolítið jákvætt að þarna við erum að fá eitthvað verðmiða á fjölmiðla af því að við erum bara allan að síðustu 2-3 árin, fólk kemur stundu til mín og segir, heyrðu, ég er að heyra að ég að fara að leggja niður fréttastofuna. Og ég svo leggja niður fréttastofuna, veitu hvað mér já, það er alltaf verið að tala um það, já, þú meinar þessu umræðum að hætta með sjónvarpsfréttir. Sjónvarpið er svo sterkt í okkur. Á meginþorri landsmanna fær fréttirnar sínar á Vísi. Og það er eins og fólk átti sig stundum ekki alveg á því og þar eru allar sjónvarpsfréttir farin á Vísi, þannig að fólk sér sjónvarpsfréttirnar í línulegri dagskrá eða eftir að þeim líkur eða á vefnum. En það er þessi áhrif sem að fólk hugsa fréttastofan, fólk hugsa sjónvarpa því að sjónvarpið hefur svo mikil áhrif, birtir svo ýmislegt sem að þú færð ekkert í skrifuðu blaði, eins og svo núna sér fólk að ég er frekar þrútinn og kannski hvað ætla hann sé tunnur eitthvað, en þegar staðreyndin er svo að stíga upp úr flensu og var að labba í korter í bil og er bara veðraður í andlitinu og allt þetta og við erum fyrir hádegi. Það er alls konar tilfinningar, þú veist, allt í einu er ég að tala með höndunum, alls konar hlutir sem að sjást bara í sjónvarpi. Þú færð ekki, þú veist, þessi viðtöl, þú veist, Sigmundur Davíð Vintris viðtalið í sjónvarpi, þetta hefur verið allt annað, þetta hefur verið eitthvað vefviðtal, það hefur verið auðvitað fyrir hann að leggja á þar, hann labbaði ekki bara út, það er alls konar hlutir sem gerast bara í sjónvarpi, en það er líka, það sem er að fara að gerast núna,
að Vísir og útvarpið ef allt gengur upp og Bylgjan að fara yfir til Símans. Já. Hvort að Sýn haldi áfram með sjónvarpsfréttir, það verður bara komið í ljós. Já. Þú veist, í ljósi umræðunar það hefur lengi verið talað að velt þeim hugmyndum upp að hætta með sjónvarpsfréttir, þá myndum maður kannski ekki veðja á að Sýn ætla að vaða áfram í sjónvarpsfréttir. En hver veit, það er erfitt að spá fyrir framtíðina. Hvernig hefur það lagst í ykkur að leggja niður sjónvarpsfréttirnar helgar? Hafa orðið einhver áhrif af því? Áhrifin hjá okkur náttúrulega bara það þarf fólk til að standa vaktir. Og ef þú ert í mönnunarvanda dagsdaglega, það er mjög krefjandi verkefni að halda úti sjónvarpsfréttum alla daga ársins. Já. Þó að það hefði tekist í 40 ár, þá með uppsögnum og niðurskurð og færri höndum, þá reynist það bara, þá verða bara, þú nærð að koma út tímanu þínum, en þeir verða bara þynnri og þynnri, þú nærð að setja minni kraft í hver einustu frétt og þannig að einhver leiti held ég að þetta hefði verið óhjákvæmilegt að það var ekki hægt að fækka fólki lengur. Þannig að það þurfti að grípa til þessa. Það hefði verið miklu skemmtilegra ef við ákveða náða að hætta með fréttir og sleppti að segja upp og geta sett powerið bara í daglega fréttaflutning. En þetta er bara staðreyndin og við erum bara, það er bara gengið ágætlega, við erum bara fólk nær að einbytta sér, þú veist, að mörgu leiti þægilegri vinnutími fyrir þá sem að standa sjónvarpsvaktir, að þeir eru þá að vinna 4-5 virkundum og ekki að vinna lengur helgar, nema þeir sem að halda úti bylgjutímum, við erum áfram með bylgjuna í loftinu, 10, 12, 3 og 5 helgar. Hann hefur þá að segja fréttir og náttúrulega svo til allan sólarhringinn á Vísi. Já. Hann er náttúrulega líka bara afleitt svona fyrir neytendur eða áhorfendur og hlustendur að sjónvarpið sé eitt, ríkisútvarpið sé eitt að færa okkur þessa þjónustu. Við höfum náttúrulega margoft séð dæmi sömu fréttina, sama viðburð, vinklaðan með 2 ólíkum sjónarhornum. Það sem allir eru þó að gæta faglegra hlutlægni, það er bara fjölbreytileiki frétta er náttúrulega samfélaginu svo mikilvægur. 100%. Og þær eru að bera saman sjónvarpsfréttir á kvöldin, á RÚV og á Stöð 2 og núna Sýn. En ég held að þú Síminn er að kaupa Vísi og Vísir er mjög lifandi miðill og hann er mjög það er heilmikið sjónvarp á Vísi. Þar byrtu viðtöl, við erum löngu hægt að geyma sterk viðtöl og eitthvað sem gerist í daginn, geyma það fyrir kvöldið. Þú veist, það er oft komið á Vísi og svo finnum við leið í kvöldfréttunum til að ná betur utan þetta og fá viðbrögð og annað það sem gerist í daginn. Þannig ég sé fyrir mér að Vísir verður áfram mjög sjónvarpsvænn vefmiðil. Ég trúi ekki öðru, við erum bara á 21. öldinni, þannig að fólk á því að venjast að Vísir sé þegar er eitthvað að gerast, það er stór bruni, þú veist, upp í Gufunesum daginn eða það er verið að kveða upp eitthvað stóran dóm þarna, það er eitthvað blaðamannafundur, það er mótmæla á Austurvelli. Vísir hefur alltaf verið lifandi þarna og þarna hefur sjónvarpsfréttafólk okkar sem að vinnur samt þvert á miðla verið í aðalhlutverki og fólk á bakvið tjöldin, alls konar framleiðsla sem að framleiðslu fólk á bakvið þetta allt saman. Þetta muni þetta halda áfram. Ég trú ekki öðru en að Síminn ætli að taka Vísi og frekar styrkjan og hver veit nema á einhverju tímapunkti verði sagða fréttir þó að sé ekki 18:30 eða kannski verður allt konar sjónvarpsfréttir á Síman í hádeginu eða bara fréttir okkur allt öðru formi. Við erum bara með stakar sjónvarpsfréttir yfir daginn á Vísi. Þannig að möguleikarnir, við erum að fara úr þessu 6:30 allana yfir í eitthvað annað, en ég held að það veri áfram sjónvarp þótt að sé ekki endilega á afruglarinu með myndleikli. Já. En þú ert að segja okkur það séu allar líkur á að þessar kvöldfréttir ykkar, þær falli út. Ég er náttúrulega bara að giska eðunar. Nú er þetta bara, það er búið að leggja fram tilboð og það liggur fyrir að Síminn er ekki að kaupa sjónvarpsfrétta dæmi eins og það núna. Þannig að það verður ekki á Símanum. Hvað Sýn gerir svo í framtíðinni? Ég get ekki fullir sem það. Ég get bara leitt líkum að því að ef ég ætti að giska þá finnst mér það ólíklegt. Ég ljósi þess að það er bara fjölmörg önnur verkefni sem að það er bara þvílíkt mikið í gangi í sportinu hjá Sýn og svo er náttúrulega bara fjarskipti og internet og símar og allt þetta sem að Sýn er á fullu að og standa sig mjög vel í.
Þannig að núna, þetta verður bara áskorun en ég veit ekki hvað þau eru að hugsa í sjónvarpinu. Það getur vel verið að þau séu eitthvað tromp á hendi og það verður bara gaman að sjá það. Nei, svo mikið verið fjallað sko hvort í ykkar rekstri að rekstur fréttastofunar og ekki síst sjónvarpshlutin þetta sé svona hjartað eða miðjan í starfseminni eða ákveðnu rekstri og þótt allir viti að þú getur reiknað út tap af þessari starfsemi þá sé líka hægt að reikna út að tekjuhliðarnar, auglýsingarnar og allt hitt sé til komið vegna þessa líffæris, vegna þessa hjarta og þá eru fólk að tala samfélagslegt mikilvægi og svona hvernig við reynum kannski að styrkja það sem að okkur finnst skipta máli. Einmitt, ég held að þú veist svo nálgun að þessi hjarta sé einmitt út frá tilfinningum þeirra sem að neita fréttan í sjónvarpi á okkar fréttastofu myndi ég segja að hjartað okkar sé vísir vefmiðlinn af því að allir sinna honum það er alveg sama í hvað hlutverkið þú ert þú getur ekki unnið inn á okkar fréttastofu án þess að þú sért að leggja eitthvað til málana á vísi allt endar þar vísir vakinn frá 6 á mótnana til miðnættis þannig að það er bara fréttaflutningur ef eitthvað er að gerast á Íslandi þá held ég bara fólk búið átt að sjá því að það ef það vil vita eitthvað þá fer það bara beint á vísi fólk finnur fyrir jarðskjálfta það fer á vísi var þetta jólaga jarðskjálfti sem ég fann en kvöldfréttirnar þær hafa náttúrulega bara rosalegt sögulegt gildi og þær eru mjög relevant við erum með öfluga fréttamenn og segja öfluga fréttir á hverju virku kvöldi núna, þá til ekki fyrir svo löngu og bara alla daga ársins. Þannig að ég held að tilfinningatengsl neytandans almennings við kvöldfréttir eftir 40 ára sögu og þetta er líka vara sem að Stöð 2 var alltaf lúxusvara, þú þurftir áskrift en það var farin svo leið að fréttatíminu var í opinni dagskrá. Já, og reynda að prófa að lokunum. Svo að prófa að loka fyrir nokkrum árum og það var allt vitlaust. Að þú veist, þegar eitthvað tekið á þér svo ert vanur því að fá frít þú veist, þér finnst það samt mjög sárt og það var bara þú veist, þetta var eitthvað tilraun til að einmitt út af rekstrarvanda og svo var því breytt aftur en maður sá þarna hvað þetta skipti fólk miklu máli og ég ætla og gerir enn og það er alls konar mýtur þarna af því að við erum með ólíka neytendur í íslensku samfélagi það er fólk sem að fær bara fréttirnar sínar á samfélagsmiðlum en fréttirnar eru þá yfirleitt að koma frá fréttamiðlum sem fara það áfram á samfélagsmiðluna svo að fólk sem ég horfi aldrei á sjónvarpsfréttir þetta er bara búið dæmi, sjónvarpsfréttir en tölurnar fyrir síðasta ár segja okkur það að 50.000 manns er að fylgjast með sjónvarpsfréttum daglega hjá okkur á sín og enn fleiri hjá RÚV og hjá minni kynslóð sko, er þetta nánast bara móðurmjólkin sko. Einmitt, þannig að þetta fer svo svolítið eftir í ákvaða hóli og stendur þegar þú ert að tjá þig þannig ég heyri oft svona, okkur er ekki löngu hætt með þetta það er enginn að horfa á þetta og það getur bara vel verið í þinni búblu séu fólk ekki að horfa á þetta Persónulega eða faglega áttu þér uppáhaldsmiðl vef, útvarp, sjónvarp hvað líður það best? Vefurinn hefur verið svolítið mitt hjarta sko þannig að persónulega er það og ég held að það sé svolítið framtíðin en það eru líka tækifærin þú veist, ég elska að gera gott sjónvarp og ég held að það verði áfram, það verður okkar plan á vísi hjá Símanum að gera fantagott sjónvarp áfram áhrifin eru þau af sjónvarpsmiðlinum að við getum ekki hætt því það er bara ekki hægt Rétt aðtuga hjá mér að Vísir hefur svona nánast óslitið seinni ár verið mest lesni vefur landsins, fréttavefur. Þetta er tveggja turnatal. Þetta er Vísir og MBL. Þetta eru vefmiðlarnir sem fólk sækir í. Og hvor hafði betur í síðustu mælingu? Í síðustu viku var mogginn fyrir ofan og MBL hefur verið mælst yfir Vísi svona með einhverjum 2-4% mun á þessu ári og voru þú veist, við höfum skoðað vikur í fyrra held ég að MBL hafi verið með 30 vikur og við 20 svo árin 2-3 þar á undan þá var Vísir yfir en svo í sögulegu samhengi hefur MBL almennt verið yfir en þið náðu þarna svona tímabili einmitt þar sem þið voruð eiginlega alltaf hæstir og svo er þetta bara dagamunur í gær voru við aðeins meira lesin sjá hvað gerist í dag sko, það náttúrulega
dylstengum hugur það að fjölmiðlun á Íslandi í kreppu. Tekjustóðir fjölmiðla eru veikar og það á ekki bara þeim Ísland, það náttúrulega á við öll þessi gömlu módel. Ég er að velta fyrir mér sko, engin freistni vandi að teygja sig í fréttastefnu meira út í vinsældir frekar en það sem þarf að segja? Ég finn ekki fyrir því hjá okkur. Nei. Það frekar áskoranir hjá okkur og held ég bara hjá fjölmiðlum almennt að komast á þann stað að það verði normið að greiða fyrir fréttir. Og þar erum við komin að mjög áhugaverðum umræðupunkti. Sko margir segja að það sé óeðlilegt umhverfi á Íslandi að þú sért ekki að greiða fyrir fréttir og Vísi og MBL. Ertu sammála því? Já, það er það. Og ertu þá að boða gjaldtöku á fréttir Vísis? Nei, ég er ekki að boða gjaldtöku, en mér finnst alveg mjög líklegt að miðlarnir verða að prófa sig áfram í þessu. Já. Þú veist, við sjáum að Heimildi gerir þetta og Viðskiptablaðið fara að gera þetta og Túristi eða FF7 fara að gera þetta og þannig að það eru fullt af miðlum og MBL að byrja að gera þetta líka. Jú, að hluta. Þannig að við erum með innherja á Vísi þar sem þetta borga áskrift. Og mér finnst líklegt að við færum okkur einhvern veginn svona hægt og róla inn á þessu, en svona almenningur mun áfram geta fengið lykil upplýsingar og helstu fréttir á Vísi. Þú veist, við erum ekki að fara að loka Vísi eittur á bingo, en fjölmiðlarnir verða að finna leiðir til að fá inn tekjur. Annars á endanum verður þessu sjálf hætt af því að auglýsingatekjurnar fara minkandi, þær fara í bransa sem að þurfa ekki að lúta sömu lögmálum og reglum og íslenski fjölmiðlar. Þannig að þetta bara strembið, en það er engin freistnivandi hjá okkur að fara eitthvað annað því að auglýsingadeildin okkar öflug og hún selur upp plássin á Vísi og það er allt að gera og það er bara veggur þar á milli, þau standa sig vel og við stöndum okkur vel, en við teljum og trúum að okkar tilvið sé undir því að fólk fái fréttir, traustar fréttir, réttar upplýsingar, af því að upplýsingaóreiðan slík að það bara, ef við erum ekki komin ákvað, þá hljótu að komast á þann punkt að þú vilt vita, ég get allan að fara í þangað og ég veit að ég að fá fréttir unnar af blaðamönnum sem að vinna samkvæmt siðareglum og er að gera sitt besta og það er ritstjórnarstefna sem ég get lesið og þau að gera þetta svona og það er ekki hægt að hanga þetta fólk á okkur bulli. Nei, ég held við þurfum að endurheimta áskriftarvaldið eins og það var í gamla daga þegar ég byrjaði 84, hóf ég störfi í blaðamennsku, hafði fyrst tekjur af blaðamennsku og þá eru náttúrulega áskriftartekjur blaðana sem að koma út, þær eru mjög veigamikil stoð. Mér minnir oft hafi þetta verið svona 60% áskrift, tekjur 40% auglýsingar og þessi hugmynd, þessi stórhættulega hugmynd að sérhæfð og mikilvæg vara en og leiðindi orðin, ég skal nota það með þér, eins og fréttir. Að það skipta engum máli og það þurfi ekki að borga fyrir þetta. Þetta eiginlega jafn vitlaust eins og að segja að við þurfum ekki að borga kennurum fyrir að mæta í grunnskólan á morgnana og mennta börnin okkar og svo framvegis. Sammála því? Já, 100%. Við þurfum bara það þarf að tryggja framtíð traustra fjölmiðla. Við endum bara þú veist, við búum líka í þannig samfélagi að hugsanahátturinn þannig að við treystum ennþá svona almennt þótt fólk sé á ólíku skoðunum það er ennþá lýðveldi það er ennþá lýðræði, það er ennþá fólki sem fara að kjósa og ráða en í löndum þar sem það er ekki við lýði, það er bara þú getur ekki fengið traustar upplýsingar það er allt í rugli þannig að við þurfum að treysta grundvöll sterkra góðra fjölmiðla maður veit aldrei hverjur allt í einu kosin og hvað getur breyst í ástandinu, við þurfum bara fólk þarf, talandi þú veist nýja kynslóð sem og það er áskorun fyrir okkur líka að ná til nýrar kynslóðar að þau trú ekki því sem að komið fram hjá bara á TikTok að einhver að segja einhvers staðar að þau kunni að greina á milli fjölmiðla sem hafa sýnt að þau séu traustsvirði og einhver út í bæ sem að maður veit ekkert hverja hagsmuna er að vernda eða gæta eða er að gera bara búa til gott content til að geta dríkt eigin tekjur og með oft fölskum upplýsingum.
Aðeins að grípa þennan bolta, það hefur verið sumir hafa lýst áhyggjum af því að þegar Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, fór í stjórn sínar mars í fyrra, að það gæti svona mögulega skapað einhvern þrýsting, beðið að berðast við því. Já, það skapaði enga þrýsting. Nei. Ef það hefði ekki verið sagðar fréttir að því að Heiðrún Lind var orðin stjórnarmaður hjá sín, þá hefði ég ekki vitað á því að það hefði verið breyting. Það er bara þannig, það er 5 manna stjórn hjá sín, forstjóri heyrir undir hana, og við erum bara með Þóri Guðmundsson þegar að sín keypti fréttastofuna, 365 miðla, keypti þá allt nema fréttablaðið, þá gerði hann var bara mjög skýr með það að það var gerði yfirlýsing ritstjórnarlegt sjálfstæði fréttastofu. Og það er bara þannig að ef það er eitthvað að atast, stjórnarmaður, eitthvað að atast í fréttastofunni með eitt eða annað, þá verður ritstjóri að tilkynna það til lögfræðings fyrirtækisins. Þannig að síðan að Heiðrún Lind kom inn, þá ég hef ekki átt neitt, ekki einu sinni á fréttalegum nótum, samtal við Heiðrún Lind, og ég held að enginn á minni fréttastofu, og það er bara, hún væntanlega hefur sín áhrif inn í stjórn. Hún hefur komið ákvörðun að selja til Símans, eða þau 5, þau hafa tekið eitthvað ákvörðun. Það er bara eitthvað annað batteri. Þetta er bara, við erum fyrirtæki á markaði sem þarf bara að tikka í alls konar box, alls konar reglur, Síminn er það líka. Þannig ég fagna því að þessi Síminn sem er traust fyrirtæki, eins og sín, sem vilji halda áfram að reka fréttastofu. En þetta er þetta er hluti af þeim svona lýðræðislega vanda sem að fjölmiðlun í heiminum stríðir við, að fjölmiðlun fækkar og þeir fara færri hendur, og oft er þetta auðmenn, og það er svona auðvelt að reikna það út hér á landi að Morgunblaðið kemur kannski ekki ekkert út ef það væri ekki sterkir bakhjallar í útgerðinni sem að eru með ákveði erindi, ákveðin skilaboð, og við hefum séð náttúrulega breytingunum okkar núna eftir að þessi ríkisstjórn tók við, hvernig ritstjórnarstefnan breytist þar. Og margir spyrja sig, viljum við frekar að hafa alla fjölmiðla í eigu auðmanna sem náttúrulega eru ekki að hugsa hag hinna fátækustu eða almennings, eða viljum við hafa bjagaða fjölmiðla í þá auðvaldsins sem er oft notað við þetta rauðaborð, eða viljum við hafa enga fjölmiðla. Þetta eru flókið mál. Þetta eru mjög flókið mál, en ég þekki mjög marga blaðamenn hjá Morgunblaðinu, margir mjög góðu blaðamenn. Þannig að það er fólk alveg eins og ritstjórn sínar sem mætir vinnuna með þessi sömu markmið, segja satt og rétt frá. Tekundi það þekki marga frábæra blaðamenn á Mókanum, og náttúrulega frábæra blaðamenn og þér, þú ert með áhugaverða flóru, þú ert með svona gamla jöfra eins og Jakob Jarnar og marga yngri. Ég tók eftir einum daginn, ég man ekki einu sinni hvað hann heitir, ég er hann svo gamall mér varst hann svo flinkur að búti fyrirsagnir, og góð ritstjórn náttúrulega þarf að vera samansett þannig að þú sért með helst alla aldurshópa, og best var sagt í gamla daga ef blaðamennir koma mörgum ólíkum áttum. Það er kannski eitt af þeir sem eru smá áhyggjur af að það svona vantar kannski bara fólk sem kemur beint af sjónum eða bílinu og brennur fyrir blaðamennsku, krafanum einhvers konar menntun sem er kannski svolítið snurfusuð og samræmt. Hún hefur svona svolítið úthýst svona oddballs úr fæinu. Og hefur líka stundum heyrst með ykkur á sín að það séu ómörg fréttabörn og vanti meiri reynslu. Kannski tapaðru ákveðnum verðmætum þegar Heimir Már til dæmis færði sig yfir í framkvæmdastjórastól Flokksfólksins. Er það vandamál í fjölmiðlun hér á landi að það þyrfti fleiri reynda blaðamenn með minni hæfileikann til þess að átta sig á inntæki, greina samhengi, eða er bara gott hvað að það svona, manni sýnist að það hafi verið yngt svolítið upp í stéttinni? Það væri óskandi að það væri menn eins og Guðmundur Sveinn Hermannsson og Bogi Ágústsson og Kristján Már Unnarsson og Jakob Jarnar sem að bara gera þetta ævistarfi. Af því að það með hverjum svona fréttaköggli þá missir sú fréttastofa heilmikið, mikla þekkingu, mikla reynslu. Ekki bara viðkomandi í einstökum málum heldur líka til að einmitt að taka við
þessum fréttabörnum einmitt. kenna þeim. Uppeldið innan hús skiptir gríðarlega máli. Það skiptir mjög miklu máli. Já. Þannig að það tendensin til miður hefur verið svolítið að fréttamiðlarnir fá inn hérna bara rosalega efnilegt ungt fólk Já. sem við erum með, fólk á 30-aldri, þú veist, börn, ég veit ekki hvort við þú veist, ég ennþá kallaði fréttabarn, ef ykkur hérna hvaða fréttabarn skrifaði þetta og allt þetta, þannig að þetta er stundum svona pínu, oft notaði svolítið niðrandi meiningu, eins og þessi fólk sem að vita ekki neitt og geta ekki neitt, en þetta er yfirleitt sko, getur verið hérna bara rjómina fólki sem er að stíga sem fyrstu ári í háskóla eða hefur nýlokið háskólanámi. Þannig að við erum með, eins og okkar fréttastofu, við erum með rosalega efnilegt ungt fólk. En það ætlar ekkert endilega að gera þetta starfa. Nei, og það er líka vegna þess að það tapar fyrir öðrum störfum. Kjörin er þannig, vinnutímin er þannig. Já. Og þetta er fólk, ég er búin að missa tölu á hversu margir flottir blaðamenn hjá okkur hafa svo farið í orðið aðstofamenn ráðherra eða starfsmenn þingflokka. Þannig að við erum mikið að missa mjög hæft fólk í opinber störf, í stjórnmálin þar sem það er að geta hagsmuna. Við mistum 2 á einu, við mistum Heimi Má og Kristín Ólafsdóttir er að halda í höndina á Kristrúnu Frostadóttur, passa upp á hana og svo er fólki hérna, þú veist, Hersir Aron var hjá okkur, hann fór aðstofa Bjarna Ben og það er alls konar, það er endalaust af hérna fólki, þannig að þetta er svolítið fólk sem að stendur sér svakalega vel kannski til 30 og er svona uppgötvað, meðal annars að það stendur sér svo vel í sjónvarpinu, kemur vel fyrir sig orði og kemur vel fyrir. En sem betur fyrir erum við með Telmu Tómasson, Jakob Bjarnar, Berghildi Erlu, Kristján Má, svona hauka sem að gefast ekkert upp og að þetta er rosalega nærandi starf líka. Þetta er starf sem að gefa fólkinu eitthvað en þetta er hérna, það væri óskandi að það væri fleiri starfandi blaðamennum 50 á vefmiðlum sem að fólk sem væri komið þá með 30 ári reynslubankan og hókja reynslu. Já, við erum bara eins og hjá okkur, við erum með fólk við 60, klálega, þar eru okkar bara ennþá frekar, en endi bara 50 því að það er kannski smá bil sem vantar hjá okkur, en við erum með hérna fólk nær 60 sem er bara algjör lykil fólk á okkar fréttastofu. 60 Minutes hefur ekki verið rætt við það að skarta hérna elsta fólkinu því að tilheyra besta fólkið, reyndasta fólkið. 100%. Þannig að við vorum að fá hérna Þórarinsson er komin að skrifa hjá okkur og það er maður hókina reynslu eitthvað besti penni landsins. Þannig að við erum sko alls ekki, það er alls ekki augun lokuð gagvart, en það getur bara verið erfiðara með hérna að nálgast fólk sem er komið 50-60 varandi laun og kjör og annað. Já, rétt. Kíkt á klukkuna. Erum við búin með tíman? Hún er held ég sko núna... Ég held að það sé bara akkurat. 12:00. Já. Við höfum farið við all. Má ég koma í eitt í lokin? Endilega. Þú varst með skúpundaginn. Já. Sem leiddi til þess að Guðbrandur Einarsson þingmaður sagði af sér. Já. Og ég óskaði til hamingju með skúpið vegna þess að skúpið var fréttin var góð. Þú kannski sást það ekki fyrir þegar hann myndi segja af sér eða eitthvað þegar þú fluttir réttinu? Ekki fyrir en bara kvöldi áður þegar kom yfirlýsing að hann hefði ákveðið að segja af sér. Kom það á óvart? Kannski ekki beint á óvart, maður náttúrulega átta sig á því að það eru nokkra mögulega sviðsmyndir sem að gætu gerst hérna. Já. En hann ákveður það að segja, hann tekur ákvörðun í raun áður en fréttin birtist og hann veit í raun verið ekki hvaða frétt er að fara að birtast. Nei, þetta er nú ekki alveg ólíkt ástulófumálinu og þar á undan segir Þórður Snær samkomulagi við Kristrúnu og hans fólkum að hann verði ekki þingmaður þótt að fá kosningu vegna gamalla synda, þetta er allt saman svona gamlar syndir. Er þetta gott eða vont að sko við erum með kannski stjórnmálamenn í samtímanum sem að erum með allt niður sig og þurfum ekki að sæta ábyrgð en svo eru svona þessi gömlu persónulegu einkamál. Ég held að þetta verði bara hver og einn að ákvæða fyrir sig. Já. Hvort það heitir Ásthildur Lóa eða Guðbrandur Einarsson eða Kolbrúndur Daðason. Þú veist, ef það kemur eitthvað upp sem að ófyrir séð og maður í einhverjum aðstæðum þá þarf maður alltaf ákvæða, þú veist, er þetta eitthvað slagur sem ég ætla að taka eða gerði ég eitthvað ránt og ætla að stíga frá borði í bili
Ásthildur Lóa, hún mætt aftur og hún með læti. Já. Það verður virkilega gaman að fá fleiri tækifæri. Kannski nægið þér aftur hérna, eða við á samstöðinu. Þið aftur á Rauðaborðinu síðar. Endilega. En ég veit að það brjálað að gera og ég veit að þið munar hverja sekundu. Þannig að við segjum þetta gott í bíl. Kæra þakki fyrir komuna, Kolbeinn Tumi. Takk fyrir mig, Björn. Og áframgöngu í götuna, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Fatamarkaður Vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður Vorstjörnunnar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is